En núna erum við búin að byggja upp svolítið svona tólabelti þar sem við getum verið að breyta og þetta getur virkað með svona þróunarferlinu okkar sem við erum að nota. Við skrifum út kóða, það er eitthvað, þá viljum við helst ekki þurfa að fara alltaf og builda bundlið aftur og aftur og aftur. Þá eru tól til þess að hjálpa okkur með það og það er ekki bara það að rebuilda fyrir okkur, heldur eru líka svona source map stuðningur sem er þá eitthvað sem við getum stillt og source map eru í raun, þau eru svona mismunandi stillingar, allt frá því sem sagt að optimisera fyrir hversu góð hversu gott þetta er, original source, þá veitum við bara nákvæmlega hvar í original source okkar vill hann koma upp á kostnað þess að vera með miklu hægari build og rebuild tíma. Og síðan er sko hvort við viljum vera með þetta í production eða ekki. Þannig að getum við verið með production er yes, það er vera bara ekki með DevTool skilgreint sem er sjálfgefna. Yfir í það að vera með source map sem er þá í lagi að vera með þar sem við erum með source map í annarri skrá. Svo getum við verið með inline source map sem er eitthvað sem við viljum ekki setja í production og þetta er alveg, ég hef eitt hálfan degi í það að tvíka þetta til þess að láta þetta virka sem best fyrir okkar project að fá svo nógu mikið af upplýsingum en vera í stóru projekti ekki of lengi að rebuilda eða builda í fyrsta skipti. Og svo getum við keypt Webpack með Watts og þá fer Webpack að haga sér svolítið svona eins og NodeMon sem við höfum notað og síðan hitt tólið sem við notum í webforritun 1 sem heitir Browsersync. Já, ekki alveg töff, oft er Webpack nota með Browsersync, en Browsersync leyfir okkur líka að synka yfir browsera, þannig að við getum verið að testa í mörgum browserum í einu. En það sem þá Webpack gerir er að fylgjast með þessu dependency grafi og það veitir hvaða skrár eru í dependency grafinu og það veit ef við breytum þeim og ef því er breytt þá rebuildar það ef að skráin er í dependency grafinu. Og svo er þetta allt sett saman í Webpack Dev Server, allt þessi virkni sem er þá að fylgjast með og rebuilda og endurhlaða síðu sem við erum að vinna í. Þannig að þá getum við nota Webpack Dev Server til þess og það er eins og mörgum hlutum í Webpack afskaplega mikið af stillingum og það setjum við þá líka upp bara gegnum npm skrift og getum sagt bara dev eða Webpack Dev Server open. Það opnar það VM fyrir okkur þegar það er keyrt. Og þá getum við séð að það eru fleiri stillingar alls konar stillingar. Og Webpack Dev Server keyrir allt í minni. Þannig að við sjáum ekki hlutina verða til í distmöppunni fyrir en við keyrum eitthvað buildferli sem notar ekki Webpack Dev Server, eins og bara þess sem við höfum verið að skoða. Þannig að fyrir þetta þá erum við með dev, þá erum við búin að bæta við source map sem segir að við viljum vera bara með source map sem er gott source map og er á kostnaðarhraða, en við erum með það lítið projekt og síðan erum við með skilgreint dev er Webpack Dev Server og source okkar er einhver kóði og index.html okkar og index.js bara eins og í fyrir dæminu. En þá getum við keypt npm run dev, það opnar það open gerir það opnar fyrir okkur og við fáum þetta og það sem við fáum aukalega og það sem Webpack Dev Server gerir ef við losum þessa villu fyrst, console er það að í networkinu er settur upp svona WebSocket server sem tengir á milli og er að láta þennan vef vita að það eigi að rebuilda eða gera eitthvað þegar það breytist dependency grafið. En svo með þessum source maps, þá ef við gerum villu þá sjáum við, þá fáum við stack trace
extra.js, foo, bar og við getum farið og séð nákvæmlega hvað þetta er. En ef við fjarlægjum þetta úr hérna, breytum þessu í eitthvað annað, fjarlægjum þetta bara, keyrum þetta upp aftur. Já, ok, það er sama, að þegar við erum með development hérna, segjum, hvað er products, nei, eval, hvað var þetta? Eval, generated code, gerum þetta upp aftur og það er bara jafn gott, þannig að ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna, en ok, þannig að við getum breytt þessu hér og þetta fer að vera relevant í svona stærri projektum. Það sem að stærsta projekt sem ég hef verið í tók fyrsta bildið sem það að keyra þetta hérna tók 80 sekundur og í hvert skipti sem þú breyttir einhverju þegar það var orðið mjög slæmt og þú veist, við erum bara að taka dag í það að laga það, þá breyttir þú kóða og þá tók það 3 til 6 sekundur að reloada síðunni. Þetta að finna breytinguna, rebuilda allt og gera hérna. Og það er náttúrulega orðið alltaf mikið. Þegar það er komið yfir sekundu þá er það að vera það mikið að maður er að fara að hugsa um eitthvað annað. Þá er svona, það brýtur flæði hjá manni. Þannig að það getur verið skemmtilegt þegar maður er að vinna með Webpack að fara í svona, gera Webpack hraðara. En það er náttúrulega síðan alveg heill heimur hérna, Webpack heimur sem er hægt að skoða nánar en maður vill. Og ef maður hefur áhuga á svona, hefur gaman að stilla og leika sér að búa til svona prósessa, þá er þetta, býður þetta upp á það. En síðan, ef við skoðum þá aðeins svona í sambandi við React sem við erum búin að gera og hvað gerist þá þegar við hættum að vilja vera í þessu verndaða umhverfi sem Create React App býður okkur upp á, sem við kíktum hann aðeins inn í og keyrum sem sagt eject. Það sem gerist þá er að öll konfigin og allt það sem er notað til þess að keyra hlutin okkar áfram, keyra appið okkar áfram, er í raun sótt og sett í rót verkefnisins okkar. En source-mappan er alveg látin vera, af því að source-mappan er í raun bara sourceið af projektinu okkar og hvernig það er bildað er í raun óháð source-num. Það sem við getum fært þetta milli mismunandi svona starterkita og Create React App notar Webpack og mikið af sérsmíðum skriftum líka til að gera svona forritunar upplifunina betri og þetta er allt mjög vel dokumenterað og alveg þess virði að skoða hvernig skoða þann kóða. Þannig ef við förum hérna og förum bara understop, þar var ég með T sem var eitthvað hérna, fjarlægjum það, gerum Create React App test aftur sem býr þá til, sækir og býr til fyrir okkur og this might take a couple minutes already, sem það er betra að vera búin að þessu. En síðan, þegar við erum búin að skoða þetta og þið kannski haldið áfram í React og ætlaði að fara að gera eitthvað meira og flóknara og stærra og meira ambitious, þá er spurning sko, er Create React App nóg? Það er alveg nóg fyrir mjög mörg verkefni og er alltaf stöðuð þróun. En það sem vantar svona helst í það er svona server-side rendering sem er þá að skrifa út allt HTML-ið, skrifa út allt JavaScript-ið, það er náttúrulega gert, skrifa út allt CSS-ið rétt á servernum. Þannig að þegar við förum á síðuna þá séum við ekki bara með eitthvað tómt body, þá séum við með actually allt efnið okkar. Þannig ef að JavaScript kemur ekki eða er eitthvað bilað, þá séum við allavega með eitthvað efni. Og ef við erum að gera eitthvað sem að Facebook á að geta lesið eða Google á að geta indexað, þá þurfum við að hafa eitthvað sem að það getur náð í til þess að geta birt þær upplýsingar. Síðan hot reloading á components og CSS, þar sem við getum verið að skrifa og við getum verið að þróa og við erum að breyta einum komponent og þá breytist bara svo komponent á síðun okkar á meðan við erum að þróa í staðan fyrir að þurfa að reloada allir síðunni og þá er það líka hægt með því að hann haldi state. Þannig að við erum búin að komast, við erum að búa til einhverja bókunarvél eða eitthvað sem er hérna 4 skref sem við erum að fara inn í og við erum að debugga eitthvað á skrefi 4. Þá þurfum við ekki alltaf að byrja að fara ekki inn og skref 1, 2, 3 og 4.
að við gerum eina breytingu. Þá getum við bara gert breytinguna og það er bara reloadað með því state sem við erum komin í. Og code splitting, eins og ég nefndi áðan, þegar verkefnum stækka, þá fer að vera svona mikil þörf á því að splitta þessu upp. Og já, margt fleira. Þetta er alveg afskaplega mikið að gera þannig. En skoðum aðeins hvað gerist hérna. Ef við förum núna inn í þetta, þannig að hérna erum við bara með þetta og við keyrum eject. Þá öllu þessu hérna bætt við og þá fyrir við að sjá hérna, ok, Babel loader, þannig að það í raun loader fyrir Babel sem að séum að transpæla JavaScriptin okkar þannig að virki á öllum browserum, ásamt hérna einhverjum mörgum öðrum pökkum sem að hjálpa til við að láta þetta virka hérna með React, með ESLint, með Jest, síðan autoprefixer, við séum að láta CSS okkar virka sem best. Já. Já, hver er munurinn á Gulp og Webpack? Gulp er svona task runner, þar sem við segjum í raun, ég ofta að gera þetta verkefni eins og að builda eitthvað CSS og svona. Og þá í raun getum við nota Gulp til þess að halda utan þau task. Og þá í raun skilgreinum við það sjálf. Við búum til eitthvað föll sem eru keyrð. En Webpack er svona bundler, sem er þá í raun þannig að við viljum í raun task sem við leysum mjög oft með Gulp að bundla saman hluti og keyra eitthvað svona bildskrif og svona, það er bara það sem Webpack sér um. En við getum ekki látið Webpack til með sjá það að þú veist, þó það sé alveg hægt með plugin svona, en það er ekki, þú veist, að uploada þessu síðan á einhvern share server eða útbúa PDF-útgáfu af þessu efni eða eitthvað svoleiðis, sem að þú getur í raun skrifa forritin fyrir í Gulp. Þannig að það sem Webpack gerir er bara að bundla saman allir projektinu okkar og gefa okkur svona einhvern svona pakka sem við getum deployað eitthvað. Og það eru hérna fleiri hlutir, PostCSS sem er annar svona CSS loader til þess að vinna með CSS og svo eru hérna style loader og það er CSS loader, það er HTML Webpack plugin, þannig að og svo eru bara fleiri plugins. Og svo ef við skoðum hvernig configin líta út hér, þá verður til þessi config mappa, þannig að það bætist við þessi config mappa hér og scripts mappa. Og package.json okkar verður stærra og við fáum hérna fleiri stillingar fyrir Jest og við fáum skriptin hérna keyra, node, start, build og test skriptin hérna. Þá start, sem er hérna start og þá í rauninni hérna, og þegar ég segi vel dokumentað, þá er þetta mjög vel dokumentað, þar sem er bara farið í gegnum línu fyrir línu hvað er að gerast. Og svo einhverju tímapunkti er hérna er búin til Webpack dev server, þannig að það er ekki verið að keyra hann í gegnum npm skrift, það er verið að keyra hann programmatically í gegnum þetta skrift sem sér að gera alls konar aðra hluti áður og það keyrir hérna dev server og síðan höfum við build sem er þá að bundla þessu öllu saman og þá er hérna aftur verið að gera ýmislegt. Það er eitthvað hérna warn, ef við erum að fara að gera of stóra bundla þá varar okkur við. Það segir okkur hversu mikið bundlinn okkar er búin að stækka á milli ef við höfum fyrri útgáfu. Og síðan hérna á einhverjum tímapunkti er kallað í hérna Webpack, compiler er Webpack og configið kemur úr configinu og svo í raun það einhvern veginn keyrt. Þannig hérna er aftur ekki verið að keyra Webpack í gegnum skriftu, heldur í gegnum forrit sem getur þá í raun bara vísað í Webpack svona og keyrt það síðan programmatically það og hérna er configið. Þá getum við síðan skoða configið og skoðum production configið. Þá eru hérna bara gomma af plugins og hérna einhverja stillingar fyrir einhverja patha og options fyrir hérna einhver plugin og svo byrjar hérna bara, hér byrjar einhvern Webpack configið okkar. Og þá er bara hérna bail true, og þá er eitthvað dev tool should use source map, þá er það source map, annars false.
hérna entry punkturinn, þannig að þá var verið að resolva það hérna einhvern veginn, gera svona polyfill, því að hugsanlega viljum við polyfill eitthvað, þá það hérna, og síðan pathið á app.index.js og outputið á að vera paths app build, þannig að það build folderinn okkar. Svo koma bara hérna file name, chunk file name og alls konar stillingar. Hérna resolve sem við fórum ekki yfir, þess að við getum sagt Webpack hvernig það á að resolva ákveðna hluti. Þá hérna hvernig það á að resolva eitthvað í node modules og eitthvað svona plugins, fleiri og síðan loaderarnir okkar. Þannig hérna verið að nota fyrir JS, fyrir UX-skrár, verið að nota ESLint loader sem passa þá upp á að kóðun okkar virki vel, þannig að það þessar villu sem við sjáum í keislutíma. Og síðan kemur hérna one-off fyrir eitthvað ákveði hérna. Og hérna sjáum við fyrir síðan JavaScript-skrár eftir að það búið að keyra í gegnum ESLint. Þá það keyrt í gegnum Babel loader, þannig að það transpiler skjalinu fyrir okkur. Og síðan hérna CSS sem í raun verið að nota þetta extract text plugin sem tekur CSS í CSS-skrá og svo verið að nota style og CSS loader eins og við vorum að nota áðan. Og post CSS necessary for external CSS imports to work. Þannig að við erum að gera til dæmis import á fontaskrá frá Google Font sem einhverstað annars staðar frá. Þá verðum við að vera með post CSS loader. Þá hann hérna og hann að nota plugins og pluginið hérna autoprefixer. Það segir að við viljum styðja senast í 4 útgáfur af öllum vöfrum. Þannig að þetta allt svona bara góði hlutir og sniðugt og þegar maður byrjar með Webpack þá lendir maður bara eitthvað hér að leysa þetta einfalda verkefni, svo bætist við verkefni og þá bæti ég bara við nýjum loader eða nýju plugini og svo hægt og rólega bara vex þetta og verður á endanum, já, þú veist, 300-400 línur af konfigi. En já, þannig að þetta það sem er verið að gera á baku tjöldin í Create React App. Verið að gera svona afskaplega sniðugt eitthvað hluti með Webpack. En ef að þið síðan skoða þetta eitthvað áfram, þá eru í raun aðri starter kits sem hægt að skoða og þá eru starter kits hérna sem að React teymið mæli með og þá hérna Next.js svona, já, næsta skrefið af því það í raun byggir á því að vera með server rendera upp en það mjög gott að prófa það á móti síðan Create React App þannig þá fáum við svona snerta báðu og svo hérna svo get ég líka að plugga hérna okkar hjá Ueno, við erum með hann public hjá okkur okkar startkit sem við notum í raun til þess að bilda bara öll okkar verkefni og hann svona mjög opinionated byggir á öðrum startkit sem heitir React Universally og hann notar code splitting og með svona static build eða stundum erum við með verkefni þar sem við þurfum að delivera bara HTML og CSS en við viljum samt nota React þá notum við React og bildum síðan bara svona bundle sem við getum látið kunnan fá og þá til dæmis vefurinn okkar var orðinn hérna, 4 megabæta JavaScript þegar maður fór í fyrsta skipti inn á hann en núna erum við búin að splitta hann upp með code splitting og allt þetta í raun sett í þennan svona grunnpakka sem við notum síðan alltaf þegar við byrjum ný verkefni þannig að þá það hérna bara að tjekka þetta út og búa til nýtt repo eins og við erum búin að gera í verkefninu þannig að þetta eitthvað að þið viljið skoða og getið fæla bugs og kannski laga ég það. En já, þannig að þá erum við svona búin að covera ágætlega þetta ecosystem sem er hérna React.